við Háskóla Íslands. Bjóðum hann velkominn. Góðan daginn. Þorsteinn talaði uppsprettu á H2S. Ég ætla aðeins að tala styrk H2S í andrúmslofti, áhrif veðurs á styrkin, sér í lagi hér á höfuðborgarsvæðinu, og einnig ætla ég aðeins að tala heilsuverndarviðmiðin, en það er eiginlega búið að ræða þau öll, held ég. Uppsprettur H2S eru náttúrulega eldfjöll og jarðhitasvæði almennt, en síðan það jarðvarmavirkjanirnar sem eru helsta uppsprettan sem við höfum áhyggjur af, og Hellisheiði og Nesjavellir hér nálægt höfuðborgarsvæðinu, og þar náttúrulega aðalega vatnsgufa sem kemur upp, en af afgangnum stór hluti koldíoxíð og svo annar hluti 15% fyrir Hellisheiðina brennisteinsvetni. Þannig að þetta í sjálfu sér lítill partur af heildinni en hefur töluverð áhrif, og rétt eins og gróðurhúsalofttegundirnar. Það sem gerir H2S eða brennisteinsvetni frekar sérstakt að þetta mjög svona sýnileg mengun í þeim skilningi að við finnum fljótt fyrir henni, við finnum lykt og verðum mjög snemma vör við þessa mengun þó hún sé í lágum styrk, og lyktin greinist við styrk sem reyndar gefin á mjög víðu bili og fer mjög einstaklingsbundið og eftir hversu hreint efnið en algengt að það sé svona með við eitthvað staðar kringum 7 mikrogram á rúmmeter eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við finnum mjög snemma fyrir þessari mengun sem lyktarmengun. Svo fellur þetta mjög hratt út í rigningu, og eins og að tala þá getur oxast á lengri tíma og orðið SO2. Og ástæðan svona fyrir að ég fór að skoða þetta tengslum við loftmengun voru svona fréttir sem komu, en svona nokkra fyrirsagnir sem greipnar bara handahófi. Óþefurinn kemur frá Hellisheiðarvirkjun, það tengist á þessum lyktarmörkum mjög greinilega. Í upphafi fljótlega eftir gangsetningu þá voru engin heilsuverndarmörk, þá fóru menn að taka viðmið erlendis frá, og eins og við höfum heyrt í umræðinni þá geta þau verið mun hærri eins og húmörkin sem eru 150 mikrogram á rúmmeter, eða töluvert lægri þar sem við settum við lyktarmörk og kannski 5 eða 7 eða 10 mikrogram á rúmmeter. Þannig að það fyrir alveg eftir hvað maður vil miða við, hvort það er hárstyrkur eða lágur. Við höfum heyrt aðeins þetta að falli á raftæki og silfurhluti, það verða svartir, styttri lítium í raftækja, og svo bara var fyrir nokkrum dögum fyrir að tala rið og tæringu í burðavirkjum nálægt virkjun. Eins ákomið fréttir gróðuskemmdir mjög nálægt virkjun og annað. Og ef maður heyrir þetta, þessi áhrif á raftæki og annað, þá eðlilegt að hugsa áhrif á heilsu, og það eru nokkra rannsóknir eins og var nefnt sem eru til, en mjög fáar áhrifum H2S á heilsu. Nokkra rannsóknir benda til þess að sé aukning í öndunarfærasjúkdómum, hjart- og æðasjúkdómum og annað slíkt, og við fáum erindi hérna eftir það. En síðan eru aðrar sem segja að sé engin áhrif, það finnst ekki, það ekki hægt að mæla áhrifin, eða þá að það sé jafnvel bætt heilsa, eins og við fáum líka erindum hér á eftir. Og þetta sýnir náttúrulega að þörf á frekari rannsókn. Rannsóknirna eru svona svolítið sitt og hvað, og þá augljóst að þarf fleiri rannsóknir. En það er mikilvægt að hafa í huga líka fyrir H2S, fyrir þessa mengun, að eitrunaráhrifin eru allt önnur og verða við allt annan styrk heldur en þessi lági styrkur sem best yfir höfuðborgarsvæðið, og menn hafa áhyggjur af langtíma áhrifum, að það er allt annað skali sem við erum að tala hefur tölum eitrunaráhrifin og síðan þessi lengri tíma áhrif. Og hérna svona graf, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta vel, en hérna niðri, þetta logaritmískur skali, þannig að stækkur eina stærðargráðu hér fyrir hvert þrep, og hér eru sem sé byrjum við kennsl og lykt, og einhvers stað við 5 eða 10 mikrogram. Svo eru heilsuverndarmörk Hú og þessi sem eru á Íslandi núna, 50, og svo mjög stór stökk upp í það að verði einhvers konar augnerting eða skemmtir á vefjum. Það verða við 15 til 30 milligram, sem er þá 15.000 til 30.000 mikrogram á rúmmeter.
Þannig að stökkun þarna yfir 2 stærðargráður þegar við erum að tala bein eitrunaráhrif. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Og svo má benda líka á að það stökkum 1 stærðargráðu frá lyktarmörkum upp í heilsuverndarmörk. Þannig að við getum velt því fyrir okkur hvar við viljum hafa þau mörk. Það er búið að nefna þetta flest. Sem sé fljótlega eftir gangsetningu og fara að tala að þyrfti að setja eitthvað heilsuverndarmörk fyrir brennisteinsvetni, og það voru sett mörk í 50 mikrogram á rúmmetr fyrir 24 klukkustundar hlaupandi meðaltal. Það er sem sé meðaltal yfir 24 klukkustundir. Þannig að toppar geta farið mun hærra ef þeir eru stuttir, og þá fer það samt ekki yfir viðmiðunarmörkin, og það á ekki að fara oftar en 5 sinnum á ári til 2014 og eftir það aldrei. Og svo eru líka mörk fyrir ársmeðaltal, en ég ætla nú ekki að tala mjög mikið um mælingar, en 5 mikrogram, mæli skekkja í þessum mælingum töluverð og getur verið svolítið erfitt að ákvarða þessi mörk nákvæmlega með mælingum. Og svo eins og var nefnt, þá er stundum haldið fram að þetta séu mjög ströng mörk, aðrir segja þetta sé ekki nógu strangt og svoleiðis, og hér er nú eiginlega samskonar mynd og Þorsteinn var með, hann var með í töflu, hér er þetta sem graf og mikið af svipuðum dæmum. En sem sé, ef maður skoða síðan víða heim, þá eru mjög mismunandi mörk sem sett eru. Hér er Indland og Tævan sem fara nokkuð með eftir húmörkunum, og eins í Bretlandi, og svo eru hér fylki Bandaríkjanna í ljósbláu og fylki í Kanada hér í rauðu. Og það er auðvitað mjög erfitt að bera þetta saman og segja eitthvað ákveð. Sums staðar hreinlega ekki neitt magn af jarðvarmavirkjunum nálægt byggð, og auðvelt að setja mörk sem einhvers staðar mjög lág og aldrei kemur til með að reyna á. Annars staðar eru sett mjög lág mörk en ekkert endilega að fara eftir því, heldur það bara svona viðmið en ekki engar refsingar eða reglur. Þannig að það er erfitt, en það er allavega hægt að segja að íslensku mörkin gerir sig ekkert sérstaklega út. Þau eru ekkert mikið strángari heldur en það sem við sjáum við það, og eins og var nefnt þá er oft ákveðið að fara niður í jafnvel lyktarmörk til þess að takmarka þessa mengun. Við ætla aðeins að tala um mælingar og styrkin í andrúmslofti, aðalega að tala um stöðun á Grensás, en einnig nefni ég Hvaleyrarholt hér í Hafnarfirði og Norðlingaholt, og við erum aðalega að horfa á Hellisheiðarvirkjun. Hér er aðeins flókið súluritt sem sýnir mælingar á Grensás 2007-2009 og svo 2010-2012, samskonar gröf, og fyrsta súlan sýnir fjölda klukkustunda það sem styrkurinn er yfir 10 mikrogram á rúmmetr, önnur súlan það sem er yfir 50, og svo þriðja súlan sýnir þar sem hlaupandi meðaltalið fer yfir 50, sem sé þær klukkustund sem hlaupandi meðaltal fer yfir 50. Og við sjáum að það er mjög oft sem við getum safnað upp einhverjum klukkutímum yfir 10, en að snarfækkar hér við tökum hér yfir 50, og svo er ennþá minni súlan þar sem hlaupandi meðaltalið fer yfir. Og ef við skoðum hérna síðara tímabili, þá sjáum við að það eru mjög fáskipti, aðeins 2 skipti 2010 þar sem hann fór yfir heilsuverndarmörkin, og gerist ekki 2011 og 2012. Og munurinn hér á milli, það er eitthvað sem þarf að skoða kannski aðeins betur. Mjög líklega er að fara veðurfarsástæður. Það voru hér tímabil á þessu tímabili, ég man nú ekki 2008 held ég, sem við voru miklar stillur og veður sem skapaði aðstæður þar sem gat orðið hárstyrkur, en það hefur ekki orðið alveg jafn mikið svona upp á síðkastið. Og það sem ég ætla að fara yfir í framhaldinu eru veðuraðstæðurnar, en fyrst þá var hægt að leika sér. Ef við settum nú mörkin í lyktarmörkin, að þá færi styrkurinn að meðaltali 78 daga á ári yfir þau viðmið. Ef við settum það í staðinn fyrir heilsuverndarmörkin, að þá varum við ansi oft yfir þessum mörkum. Svo er áhrif veðurs, það sem sé spurningin við hvaða aðstæður verður hár styrkur H2S á höfuðborgarsvæðinu. Þá skoðum áhrif veðurfars og veðurs, stöðuleika lofs og að lokum aðeins líkan reikninga dreifingu mengunar. Og við byrjum bara á vindáttunni, þá náttúrulega reiknum við með að það hljóti að vera vindátt það sem kemur frá heiðinni, Hellisheiði, og það sýnir sér mjög glögglega í gögnum. Ef við einblínum kannski á bláu kúlunar hér, að þá er tiltölulega þröngt bil þar sem við fáum háan styrk á H2S, og það passar akkurat við að berist ofan af Hellisheiði. Ef við skoðum síðan vindhraða, þá fáum við mjög fallega mynd hér lengst til vinstri. Við reiknum með að styrkurinn falli í öfugu hlutfalli við vindhraðan, sem passar mjög vel hér.
og svo ef við skoðum bara þau tilfelli þar sem styrkurinn er yfir 50 mikrogrömmum, þá sjáum við að það er svona á bilinu 1-3 metrar á sekúndu, mjög hægur vindur, þar sem lang flest tilvikin verða. Það er eitt tilvik við aðeins herri vindhraða, en þetta eru sem sé vindhraðamælingar í Reykjavík þegar hárstyrkur mælist. Og ef við skoðum síðan hitastigið, þá sjáum við einnig að það er langalgengast að hárstyrkur mælist þegar frost eða tiltölulega kalt í veðri. Og þetta passar allt við þessar veðursaðstæður. Ég ætla nú að hlaupa yfir þessa mjög snögglega, en það er hægt líka að skoða stórskala veðrið og þessar aðstæður skapast helst þegar eru hæðir yfir eða við landið, og þetta er það sem við þekkjum svona þessar froststillur af vetri, hægur vindur ofan af heiði og þá fáum við háan styrk. Og við getum skoðað aðeins betur með að skoða stöðuleika loftsins og skoða hitafallið hér á milli þessar tveggja mælistöða, og þá fáum við mjög greinilega mynd. Ef við byrjum að skoða hér óstöðugt loft, að þá ef við skoðum allar mælingar þá er það cirka 5%, en ef við skoðum bara þegar styrkurinn er hár, að þá fellur það niður í 1,6% hér. Og við sjáum líka ef við skoðum þar sem eru hitakvörf, að þá eru þau kannski tæp 5% almennt fyrir alla mælingar, en það er orðið næstum í þriðjungur þeirra tilfella þegar mjög hár styrkur mælist á höfuðborgarsvæðinu. Og eins sem styrkir ennþá betur þessi hitakvörf og þessar aðstæður er að í yfir 75% tilfella þá verður þessi hái styrkur eftir sólsetur. Þess að segja að sólinn hýtir yfirborðið, að þá stigur upp og verður óstöðugt loftið, en langflest tilfellin eru sem sé eftir sólsetur. Þá ætla ég að renna bara yfir dreifingu mengunar. Það er spennandi að ef við vitum þessar aðstæður, þá getum við sett þetta í líkön, og líkönin segja okkur að við þessar aðstæður eigi að vera svona mjór strókur sem kemur af heiðinni inn yfir Reykjavík. Og það segir líka þá að í svona mjón strók þá ætti nálægar stöðvar sem eru þvert á útbreiðslustefnuna að gefa mjög mismunandi gildi. Og eins er þetta mjög viðkvæmt fyrir vindáttabreitingum að það getur fært strókin mjög hratt. Og hérna er svona dæmi að ef það er mjög stöðugt loft, að þá er breiddin ekki rétt 1,5 km í svona 25-30 km fjarlægð og aðeins breiðari ef það er svona hlutlaust loft. Og það sem passar vel í gögnunum er að ef við skoðum síðan Grensás og Norðlingaholt sem liggja síðan á nokkuð með sömu línu frá Hellisheiði, að þá sveiflast þær mjög í takt. Ef styrkurinn fer upp á annari, þá fer hann upp á hinni og svo framvegis. En hins vegar ef við byrjum síðan á Grensás og Hvaleyrarholt, að þá er engin slík samtvinning. Þannig að þó að Grensás sé að fara upp, að þá er Hellisheiði ekki að gera það sama. Og það styður við að það sé mjólstrókur sem kemur inn yfir borgina, og í samstarfi við Orkuveituna sem var mjög hjálpleg og gert mælingar, að þá fórum við að leita þessum mjóa strók. Það er eitt að geta sett þetta í líkön og fengið reikningar sem segja að þetta eigi að koma svona, og síðan er annað að reyna að gera mælingar og sjá þetta gerast. Þannig að við settum út 3 mælisnið, þar sem við þversum hér yfir borgina, þessi mælisnið, og hugmyndin er svo að þegar styrkurinn fyrir upp á Grensás, að þá kemur það hérna frá Hellisheiði og að Grensás, og við náum að fara þvert yfir og sjá hvernig útbreiðslan er. Síðan er farið út og það er ekki auðvelt að ná þessum mælingum. Háir toppar eru yfirleitt 2-3 klukkustundir mest, síðan dettur styrkurinn aftur niður, þannig að það koma mælingar þar sem lítið er að gerast, upp í 30 kannski og 18. En síðan kom ein mæling hérna 31. janúar sem sýndi þetta mjög vel hér í Hellisheiði, og hér sjáum við sem sé svona strók, það vantar auðvitað gögnin hérna á milli, en það kemur svona strókur hér inn sem er mjög mjór og passar eiginlega akkurat við það sem líkanreikningarnir segja. Þannig að niðurstöðunar eru í stuttu máli, þetta er byggt á gögnum frá 2007-2009, en það er samskonar fyrir nýri gögn, að það er sem sé eftir sólsetur á veturnar er algengast að fá háan styrk, vindurinn kemur náttúrulega austan, að það eru ákveðna veðuraðstæður að hæði yfir landinu, lítið lóðrétt löndun, þannig að það er stöðugt loft, algengasti hitinn er cirka -3 gráður, lítill vindur að meðaltali 2 metrar á sekundu, og þetta eru stuttir atburðir, að meðaltali 3 klukkustundir, miðgildið 2 klukkustundir. Þannig að það er mjög ákveðnar veðuraðstæður til þess að styrkurinn verði hár á höfuðborgarsvæðinu, en síðan er ekki alveg jafn auðvelt að fara í hina leiðina að segja ef það eru réttar veðuraðstæður þá mælist hár styrkur, en þess að veðuraðstæður hér í Reykjavík og upp á heiði þurfa ekki alltaf að fara alveg saman eins og við þekkjum. Þannig að við þurfum fleiri mælingar til þess að ná betur
tökum á þessu og gera betri líku. Takk fyrir. Spurningar? Það er tími fyrir kannski í niðurreikningum með kannski með eina spurningu. Ef einhver er. Svo. Takk fyrir gott erindi. Friðrik Danielsson heiti ég frá Vinnueftirliti ríkisins. Geturðu sagt mér í grófum dráttum hvað þetta eru margir dagar á ári sem við mega vona á fílunni frá Hellisheiði? Er þetta 7 eða er þetta 70? Já. Þetta er vel eina spurningin. Þetta var örugglega í gögnunum og þú fórst svo rætt yfir ég náði. Ef við sittum að við 10 mikrogrömmum, þá voru þetta 78 dagar á ári. 4 til 9 dagar á mánuði. Já, ef við sittum að þannig og reiknum að líka eins og heilsuundarmörk, þannig að það sé dagsmeðaltalið sem þurfa að vera í þessu. Þakkum þresti fyrir. Næst er það snjó.